Hólmar, 3-3 á móti KR, hvernig svona líður rétt eftir leik? Mér fannst við svona, sem varnarmaður, fannst mér við full opnir á köflum. Það var svolítið endan á milli sem að hleypi leiknum oft upp í bara eiginlega vitleysu og þá getur allt gerst. Ég hefði viljað sjá okkur taka meiri stjórn á leiknum, en það hefur örugglega verið skemmtilegt að horfa á leikinn. Eru þið sáttir við stíð? Úr því sem komið var kannski já. Fyrirfram hefði maður nú viljað koma inn og vinna, en úr því sem komið var þá held ég að við getum verið sátt við það þó að auðvitað fengu einhverja sénsar í lokin til að vinna leikinn. En ég held að þetta séu sanngjörn úrslit, þeir fengu líka færi sem að þetta var bara færi á báða. Lítur á þessum framfaraskref frá síðustu leikjum? Já, á vissum stöðum. Við skorum 2 mörk úr fyrstu leikatriðum sem við höfum ekki verið að gera, og það er eitthvað sem við þurfum að halda áfram að gera. Það getur skilað manni mjög mörgum stigum og annars, þú veist, er ýmislegt sem við þurfum að slípa saman og við munum vinna í því núna í fríinu. Alltaf þjálfararbreyting hjá ykkur, hvernig svona tekur leikmannahópurinn svona tíðindum? Er þetta, horfið á ykkur sjálf og bara vitið að þið geta betur, eða hvernig lítur þetta við ykkur? Já, ég get nú ekki talað fyrir alla, en ég horfi, og ég held að allir gera það, horfi fyrst og fremst á sjálfa sig, og það er ekki hægt að benda á einn mann og segja að gengið hafi verið slæmt vegna þessa, en oft, þó að það sé ekki vesenni, þá er það oft þannig að þeirra skiptir þjálfara, þá kemur eitthvað ekstra búst í menn og smá svona óvissa sem kemur mönnum upp á tærnar og já, við munum sjá hvernig það gengur hjá okkur. Var þessi fyrsta vika undir stjórn Óla bara góð? Já, og það hefur verið mjög góð mórall og hann kom með góð orku og alltaf lyfti sig upp hjá okkur og það var bara stuð og gaman og við erum að halda því áfram. Takk fyrir þetta, Hólmar, gangið vel. Takk fyrir.